Góða kvöldi, kæru áhorfendur og velkomin í Kia-deildina. Ég heiti Ásgeir Rafn og með mér í kvöld er hún Ragnhildur. Velkomin tilbaka. Sæll, takk fyrir það. Við erum að fara að horfa núna á liðin sem þú fékkst að horfa á seinast annari viku af Kia-deildinni. Já. Spennt fyrir þessa skemmtilegu viðureign í kvöld? Ég er mjög spennt og ég hlakka til að sjá hvernig þetta verður bara öðruvísi eða kannski eins og seinast. Seinast þá var það ekki Viski sem tók viðureigna frekar svona, já, vissulega og þetta var svolítið létt fyrir þá. Jú, þeir unnu 2-0 á móti CBT og það verður spennandi að sjá hvort það verði aftur svoleiðis. Það var vissulega annar leikurinn var alveg svona hörkubarátta á milli liðanna tveggja en seinni leikurinn minnir mig að hafi verið bara eiginlega algjört bust fyrir Viski. Ég horfði á þessa leiki og ég var svolítið svona Cool Beans team byrjuðu svolítið slagt og eru núna, myndi ég segja, að vinna sig smátt og smátt upp. Ég horfði á viðureignina sem var núna á þriðjudaginn seinasta held ég, þar sem þeir voru á móti Jötun og ég held að þetta var sería upp í 3 leiki alveg og einn lykilmaður sem stóð út var Addi held ég. Já. Hann var Hwei, ótrúlega flottur Hwei, bara tók algjörlega leikinn í sína hendur. Ég er svona búast við að þeir eru kannski að fara að banna á honum. Já, það gæti verið og líka ég veit að þeir svona spila dálítið sömu championana og sérstaklega í midlane, þannig eins og til dæmis bara Aurora og bara svona þessi svona mages sem eru spilaðir með. Þannig, já. En kannski að við kíkjum svona léttilega bara á bracket. Þetta er úrslitakeppni eins og þar sem núna eru í kvöld 2 lið að fara að detta út kannski. Já, 2 lið að fara að detta út í kvöld þar sem við erum ekki með það á skjánum eins og en það er Erm á móti Heilugum og Letihauganir á móti Jötun eða öfugt. Það er allavega 2 viðureignar í neðri bracketinu en hérna sjáum við 4 lið sem eru að fara að tryggja sér efri úrslitar sætið í kvöld. Nákvæmlega og við erum að horfa á efri undan úrslit sem þýðir að hvorugt lið dettur út heldur fer bara niður í neðri deildina. Já, eru með smá svona, þetta er ekki búið fyrir þá. Nei. En það er mjög þægilegt að komast hérna í úrslitin þar sem það eru miklu meiri leikir í losers og það er eiginlega allt á línunni þegar þú ert komin þangað niður. Nákvæmlega. En hér erum við að sjá allavega í kvöld Viski og Cool Beans team og við fáum ekki að sjá Snákarnir Fenrir, við erum búin að sjá þá mjög oft og maður býst við að sjá þá alveg meira í mótinu. Og það verður bara spennandi ef við fáum að sjá annan þeirra næst í úrslitunum. En kannski að við bara rennum hreinlega yfir liðið hjá Viski. Já, í topp A-grein höfum við enn og aftur Baunadós, í skóginum er það Icelandic Hero, í miðju A-greininni er það Siggin VAF2 og í botn A-greininni eru það þeir Mjáki og Cat Maniac. Það er alltaf jafn gaman að sjá þá hérna fyrir framan okkur hérna. Já. Mjög flott, smá andlit við nöfnin og þetta er... Já, alltaf gaman að sjá. Þetta er svona að gefa dálítið meiri karakter og bara myndalegi strákar og hlakka til að fylgjast með þeim. Já, þetta Viski lið er svolítið öðruvísi frá seinasta tímabili þar sem núna er íslenska hetjan í liðinu, alveg stór breyting, hann var hjá Fenrir og er eiginlega bara algjörlega svolítið, ég myndi segja að taka sem Viski hefði geta verið seinast og bara íta því alveg upp. Nákvæmlega og Icelandic Hero eiginlega bara jafnvel bara alræmdasti League of Legends spilari bara á Íslandi. Þannig þetta er algjörlega búin að keyra liðið dálítið upp og ég er búin að heyra líka að búið að gefa þeim dálítið svona ákveðna samhæfingu í leikjunum sínum sem búin að fá svona dálítið leiðtoga inn í liðið í Icelandic Hero þannig að búið að vera mjög góð viðbót fyrir þá. Já, það er að fara að vera svolítið öðruvísi Viski
mér fannst eins og Viski var lið sem það náði ekki alveg að standa sig þegar það þurfti. Það var einmitt svona í úrslátarkeppnum og svoleiðis, þá allt í einu bara spilaður ekki það vel lengur. Núna þeir enduðu í fyrsta sæti í sem sagt riðlakeppninni og eru því einmitt ekki á móti Snákunum eða Fenrir núna í undanúrslitunum, fengu þá liðin sem voru lægri í stöðu og það bara spurning. Eru þeir að fara að taka þetta 2-0 núna á móti Cool-Beans team eða ekki? Það bara, við erum bara að bíða og sjá. Það góð spurning og það einmitt líka alltaf áhugavert að fara á móti sama liðinu aftur út af því þá kannski getur plana sérstaklega á móti hvernig þeir spila. Já. Og bæði liðin geta nýtt sér þá reynslu. Já, þetta svona eitthvað sem Cool-Beans team kannski taka aðeins meira á hjarta þar sem þeir einmitt töpu viðureigninni og var það svolítið svona slæmt. Já. En kannski að við kíkjum bara á þeirra lið, snöggvast. Hér í toppakrein höfum við leikmann, í skóginum það 4G Gamer, í miðjunni það Addi og í botnakreininni þau Octopus og Kiss the Rain. Ok, já. Þetta einmitt núna Octopus að skella sér aftur inn í liðið. Ég sá leik með þar sem það var einmitt Cookie sem var einmitt í þessu svona liði með einmitt leikmanni og Adda áður fyrr og líka Kiss the Rain sem líka þannig sem ný á þessu tímabili. Akkurát. Svo Octopus búin að gera mjög góða hluti. Ég líka búin að sjá hann alveg standa sig svo vel í sumleikjum og bara virkilega sína hvað hann getur gert. Sjáu það í kvöld? Það góð spurning. Já, og einmitt í skóginum það 4G Gamer en ekki Bench eins og seinast virðist vera en annars eru þetta sömu leikmenn og einmitt bara mjög spennandi að sjá svona hvar liðin leggja dálítið áherslu á eins og ég man að það var dálítið verið að banna út frá Kiss the Rain og þessi svona einstöku championa sem að bara svona liðin spila mjög mikið eins og bara venjulega. Verið að taka stundum af leikmanni. Ég held samt að það byrja að hætta smá. Það var tíminn þar sem það var alltaf tekið Yorick á honum. Ég búinn að sjá hann spila Yorick núna og það bara svona hleypti í gegn og gerir alveg eitthvað. Hann var að taka held í leik sem hann vann á Yorick, svo kannski það eitthvað sem Viski allavega að pæla í. Það mjög leiðilegt að vera á móti Yorick oftast. Það er bara vesen. Það er nefnilega vesen, það mjög góð leið til þess að lýsa hvernig það að spila mótunum. Bara svona öllum sem svona split jump hetjum. Já, bara það svona að þvinga einhvern veginn allt lið til þess að spila öðruvísi á mótum. Þú þarft alltaf að svara, en viltu svara 100%? Þetta svolítið einmitt það sem hann spilar hann leikmaður. Hann með Sion líka, það annars svona sem svolítið í því og hann líka að spila Gangplank sem svolítið mjög þægilegur í hliðarakreini mitt. Já, það virðist vera komin leiðrétting á skjáin. Það Bench. Það bara birtist. Hann hann Bench. Já, eins og seinast þegar ég var að lýsa. Já, þannig þá það ekki breyting frá því ég var seinast. Einmitt, ég held ég lýsti leik með 4G Gamer. Hann var í liðinu seinasta tímabil og núna ég á Bench kominn. Þannig hann ekki 4G Gamer lengur. Svo já, flott leiðrétting í nútíma. Já. En spurningin hvað þeir að fara að banna í það? Við erum bráðum að fara þetta inn í hetjuval. Við erum svona, ég held að það var Cool-Beans team á bláu hliðinni. Ég held að sé Viski. Viski á bláu hliðinni? Já. Flott. Svo þeir eru með fyrsta val. Hvað eitthvað sem þeir eru svolítið að kannski að taka? Ég myndi kannski skjóta á að Viski vill taka Auroru í first pick. Það eitt sem þau getur gert og tekið það þá af CBT. Ég veit að Sigyn V2 spilar og finnst gott að spila á Auroru en þá náttúrulega alltaf opnar þau sjálfaði fyrir counterpick. Þannig það líka svona ákveðin áhætta sem að þeir geta valið að taka eða ekki. Já, taka eitthvað af þeim sem sagt örugglega alveg góð leikur. Þeir nefnilega með ágætlega mikið af hetjum sem bæði liðin að spila. Ambessa, það hetja sem bæði liðin spila
bara allstaðar. Ég held að Whisky með það í 3 roles eða eitthvað þannig, eða öfugt. Ég man ekki hvort Coolbeans tím líka. Já, nákvæmlega. Ambessa líka bara rosalega sterkur champion í augnablikinu og alveg bara persónulega stundum algjörlega óþolandi að spila á móti. Já, þannig það verður mjög spennandi að sjá. Við þurfum bara að horfa á 1 leik af Ambessa í kvöld, þar sem þetta Fearless, skemmtilega. Nákvæmlega. Ég elska Fearless, þetta bara flott. Mér langar að sjá meiri leiki með sömu hetjunum eins og Ambessa. Hún alltaf einhvern veginn í seríunni, hún kemur svolítið upp. Eins og segir, mjög sterk og við erum líklegast að fara að sjá allavega 1 liði veljana. Já, eða þá að hún verði bara bönnuð í fyrir einustu viðreik, það getur líka gerst. Já, við erum með bara beint í hvað segir maður, target bann á Kiss the Rain með Sónuna. Já, og hún einmitt algjör Sóna main og spilar mest þessa svona enchanter support-hetjur. Það hugsun, sko, já, Sóna mjög sterk hetja, sérstaklega í réttum höndum. Þetta svona, ef þú ert að móti Sóna megin, það örugglega bara fínt að taka í burtu. Þetta leiðinlegt að díla við, með þarna bara exhaust í töðlafinni sínu. Svo við sjáum svo Baunadós vera svolítið target núna. Já, með þessu Rumble banni frá CBT. Spurning hvort að Whisky haldi áfram að banna hetjur frá Kiss the Rain. Það væri þá örugglega Janna eða Nami. Já, Janna sá ég vera mjög mikið spilað. Var eitthvað að taka sennuleiki? Ég veit ekki hversu mikið það að fara að passa inn í einhver svona teamkomps. Já, mér finnst það ólíklegt. En já, ætli þeir haldi áfram að banna top lane, hvort það verður bara svona í stíl frá báðum hliðum. Held að taka út Gnarr örugglega fínt, það leiðilegt að vera á móti þessu. Ég hugsa að leikmaður, það sem hann að velja, það eitthvað sem Gnarr getur tekið svolítið illa í lane, en sýnist ekki Jarvan tekin út. Já, J4 alveg bara rosalega sterk hetja líka og ég myndi svona breytir uppsetninguna á öllum teamfights, þannig já, gott að taka hann út. Ég var að skoða hvað búið að vera að spila í deildinni og mér sýndist íslenska hetjan vera að spila ótrúlega mikið af svona Assassins í frumskóginu. Var með 2 Talon-leiki, var með Kha'Zix, var með Zed-leik, svo skrítið hvort að þeir eru banna út Jarvan á honum, kannski bara vilja þær alls ekki vera á móti Jarvan. Nei. Og náttúrulega íslenska hetjan hefur spilað Jarvan alveg áður í deildinni slatta. Kiana líka. Kiana tekin. Sigga, já. Af sko bæði Sigyn, Vaff2 og Icelandic Hero. Icelandic Hero líka búin að vera að spila Kiana í djunglinu, sko. Gæti verið hann besta nema þeir vilji gefa Coolbeans tím það. Ég sá einmitt að íslenska hetjan var að spila mjög mikið Shen í frumskóginum sem mjög gott inn í hann bestu með þessu ulti. Sáum það í seinustu viku. Einmitt bæði Ambessa og Aurora opin og líka já, ok. Já, Junara. Þeir forgangsraða botnhetjuna sína. Ég held að það bara mjög fínt. Junara eitt af þessum hetjum sem búin að vera valið svolítið og bara tekur yfir leikjum. Svo hann Mjauki bara frekar hress með að taka þetta sem fyrsta val. Algjörlega, algjört uppáhald hjá honum. Og CBT ætla bara að svara líka með botnhetju vali, taka Caitlyn Octopus, mikið á Caitlyninni, þetta bara fínasta svona standardval hjá honum. Já, og kannski bara svona nýta mikill reynsmunur á þessum hetjum og já, bara reyna að taka dálítið tempóið af Whisky sem þeim finnst mjög gott að hafa til þess að svona snjóbalta. Karma með, það að fara að vera svolítið ógulegt mikið af poti Já, mjög sterkt bara svona í botnagrinninni, sérstaklega á svona fyrsta korterinu. Taka eitthvað, Chanter til að reyna að stoppa þetta poti eða engage bara með, það bara fullt engage, það mitt Threshin sem, Catmaniac búin að vera að spila mjög mikið af í solo queue og flexleikunum, mjög mikið af Thresh sá ég. Já, þannig það verður örugglega mikið slegist í botnagrinninni í þessum leik. Spennandi bara, það gott. Stundum það ofrólegt í botnagrinninni og það gengur ekki. Algjörlega. En Sahin sterkt. Við getum séð Sahin
farið alveg á nokkra staði. Vissulega. Þetta gæti verið í frumskóinu, þetta gæti verið í topp. Ég veit ekki með miðjuna, líklega ekki. Ég efast svona mest það, en gæti vissulega verið. Og ok, Sinsá, kannski þeir að skjóta á að þetta sé hérna jungle pick. Mér grunar samt að þetta sé top lane, eða top agrein. Beinadós, alveg, já, með hérna hjá mér, þetta gæti vel verið farið bara á Beinadós. Bara sáttu með að búa að taka út römbulatn á honum og sjáu allan hvað að fara að banna á móti þeim. Hvort þeir eitthvað vissir með hennar Sahín. Einmitt. Já, Ambessa. Já, eru það ekki, en Ambessa líka svona flex champion. Þetta svona með Coolbeans team, þeir eru með seinasta valið, en það svolítið ógn að Viski getur eitthvað flex valið og það svolítið leiðilegt þegar þú ert með þetta seinasta val, vilt counterpicka, hefur enga höfum hvort á móti. Nákvæmlega, og náttúrulega viljandi gert hjá Viski að setja það í svona óþægilega stöðu og kannski eyða bans sem þeir hafa. Hwei tekin út, þetta bara mjög gott hjá Viski. Þeir voru kannski að horfa á leikinn í senastu viku þar sem, einmitt, Hwein var vandamál. Nákvæmlega. En þeir taka Dariusinn út, svo það eitthvað sem leikmaður vildi bara alls ekki fara á móti, ég að hugsa. Já. Ég sá held í Beinadós með 1 Darius-leik í Manchesteri með Jómus og það bara nóg til að banna hann. Já, sem ég finnst alveg þokkalega sanngjarnt. Það alveg ómögulegt að fara á móti einhverjum, þú veist, ef einhver betri en þú og góður á Darius og þú ferð á móti þeim, það lífið ömurlegt. Já, það ekki gaman. Svo þeir taka þetta í burtu og Jórikinn svarar á móti. Enginn fara að hafa gaman í toppakrinni. Nei, og Viski er þarna búin að banna 2 hetjur í toppakrinni sem eru svona split push. Hvort að þeir taki bara miðjuna hérna, Coolbeans team, nema þeir vilja leikmaður að fara að hafa leiðilegan tíma. Ég hugsa að þeir að fara að vera miðjuval, hvort þetta að fara að vera Viktor, eitthvað sem hann spilar. Já, það það. Viktor, hvað getur verið svar hérna hjá Viski? Hugsun. Ok, kannski bara að drepa Viktor í lane með þessu Kali-picki. Ég hugsaði líka svona að gætu svarað í sömu mynd, gætu tekið Orianna eða gætu tekið Lissandra eða eitthvað sem Siggi oft 2 spilar, en við erum með svolítið ógnvekjandi lið hérna hjá Viski með mikið af bara fara inn hetjum hérna. Algjörlega. Hvort toppið það með einhverju engage í, líklega frumskóginum, nei, toppakar, ég veit það ekki. Þetta að fara Sahín frumskógur eða toppakar? Sahín topp? Það spurningin. Það Sahín í frumskóginum. Það bara flottur orm sem Beinadós hefur vissulega spilað og leikinn sem ég séð á hann, það var þetta mjög aggressífur orm og hérna bara leiðilegt að fara á móti, sko. Ég held að þetta gæti verið svolítið svona vesen ef leikmaður veit ekki alveg hvað hann að pæla. Það bara Cassante. Það klassískt leikmaðurpick. Ágætt. Ég mjög hrifin af ornpickinu hérna. Mér finnst eiginlega orn alltaf gera bara gott fyrir eiginlega bara svona sama hvaða liðssamsetningu maður hefur, hann bara einhvern veginn gerir það alltaf betra. Svona lím í raun, sko. Nákvæmlega. Og þetta bara svona mjög fínt orn, mjög mikið af einmitt fara inn, últi að fara að gera mjög góða hluti hérna fyrir liðið og svo náttúrulega bara seinna í leiknum þá allir að fara að hafa mjög flott item frá orn. Já, nákvæmlega. En nú erum við að hoppa inn í leikinn. Sjáum hérna. Flott rún sjá öllum bara, ekkert svona skrítin eitt finnst mér. Mjög bara standard. Já. Og báðir hérna í toppakrein með grasp, þannig eru algjörlega að fara svona frontline, ekkert eitthvað svona. Þetta nú við, Addi. Íslenska heitjan, eitthvað að dansa. Byrjum leiks. Eitthvað aðeins að horfa á hvernig annan. Og þetta svolítið svona bara róleg byrjun. Engin að slást neitt hérna
áður en skósveinir mæta. Já, mér finnst það svona smá synd í þessari nýju seríu að núna eiginlega bara ómögulegt að ráðast inn í skóginn hjá andstæðingnum svona áður en skósveinarnir mæta. Við erum alltaf að vera mjög fljótir að því, en núna alltaf við aðeins að sjá smá pot hérna á Mjauki. Þetta var bara karmakú. Þetta var elska karma. Þetta að fara að vera svolítið svona held ég, ef Kappmania getur ekki náð einu góðum krók. Neip. Ekki þarna. Flýgur fram hjá. Já, maður svona býst dálítið við því að Caitlyn og Karma hafi dálítið forgang hérna í þessari botnagrein nema í rauninni bara ef þeir gera einhver mistök, ef þeir leyfa Kappmania að ná einmitt svona króki eða ef þeir einmitt svona spila vitlaust í kringum skóamennina. Mitt. Sjáum bara, já, þetta þunglindisleg reynsla fyrir Mjauki og Kappmania hérna. Já, erfitt og líka bara svona erfitt úr á móti Caitlyn sem, það bara Icelandic Hero mættur strax. Það að fara að vera kannski núna Octopus tekið niður að íslenska heitin að reyna að ná meira. Og það tekið fyrsta blóð. Já. Handa Viski. Og Octopus sparar bara leifturunina sína, veit bara að hann að fara að deyja sama hvað, sem mér finnst bara sniðugt að ég voru bara, komnir of djúpt og ekki með Ward og Icelandic Hero að fylgjast með. Sýndist, íslenska hetjan byrjaði á, kortið að ljúga mér en ég sé að íslenska hetjan held ég tók bláa buffið og þann frumskó af Cool Beans team. Já, þú meinar, við vorum að einbytta okkur aðeins svo mikið að þessari botnagrein. Við vorum ekki að sjá einmitt þetta þar sem íslenska hetja tók allar frumskóin af greiði benchina. Já, það sárt og hann hefur ekki En býtum nú við, leikmaður getur verið smá klandri, tekur eitt turnaskot og íslenska hetjan mætt. Þannig kom leiftur frá Benedós, íslenska hetjan að fara að reyna að krækja í hann, leiftur frá leikmanni og hann hendur upp í loft og kræktur inn í liði hjá Viski. Íslenska hetjan út allt og ekki að missa neitt rosa mikið fyrir það. Missir þarna, red buff, en virðist vera, á Wardi bara, bókstaflega stikkjum af 2, það verið að umkringja hann. Hann með hann ekki með leiftur, ekki boði fyrir hann bara að hoppa beinisleið á stikkjum af 2, en Addi kemur og það geti verið krækt hérna í einmitt Adda, en þetta geti verið mjög dáin stikkjum af 2, en Benz tekið niður fyrst og það geti verið núna 3 að detta niður, ef Addi nær þessu hann að fara á Mjauki. Mér sýnist Octopus taka niður Kappmania hérna, kannski Kisterrein og Addi að reyna að taka niður Mjauki, leiftur kemur, skjöldurinn nóg og Kisterrein tekur niður Mjauki. Þetta eru 3 dottnir niður hjá Viski. Þvílíkt vel gert. Virkilega vel spilað. Viski ætlaði að reyna að umkringja Benz bara, en voru svo bara sjálfur umkringdir í sínum eigin skógi og Icelandic Hero ekki í stuði til að mæta. Það byrjaði leikið mjög vel með því að bara ráða svolítið bæði. Íslenska hetja nær að stela þessu. Greið bekkur. Ekki mjög sáttur með þetta. Nei, því miður. Og Icelandic Hero fær bara að rölta hérna í burtu. Og á meðan Kisterrein að labba mitt, spurning hvort hún sjá eitthvað tækifæri, virðist ekki vera svo. Bara leiðin aftur heim í botnagrein. Það tekur risa skada hérna. Hann núna, eftir á í level, lítur að koma bara bráðlega 5. levelið. Kemur krókur en sjáum hérna Octopus í 7. levelið. Já, einmitt og Kisterrein bara level 3. Það svona skrítið en kannski dálítið óþægilegt að þetta sé Caitlyn sem komin með level 6 með mjög öflugt ultimate ef að andstæðingurinn nógu svona low. Einmitt. Leikmaður hérna á Benedós að berjast. Ég held að við erum ekki að fara að sjá neitt dráp í toppagreininni í bili. Ég held bara ekki restina af leiknum. Nei, ekki nema með aðstoð skóamannana. Kisterrein ennþá að fylgjast alltaf með hérna mid. Nær allavega að trufla
Heimföruna, ok. Þarna kemur bench, æðislegt beit hérna. Siggin 1 á móti 3. Er með ult til að komast í burtu, en þetta var mjög vel spilað hjá Coolbeans tím hérna. Já, þvinga Akali til þess að nota alltið sitt sem gerir hana bara svona minnkar mjög mikið hversu ókveikjandi hún er og minnkar tækifærin hennar. Leikmaður náði næst að taka niður beinudósina en íslenska hetjan er mætt. Það er að fara undir turn. Ekki mjög mikið mana í boði fyrir leikmann. Nei. En já, það voru næstu eitthvað að gerast inn í topp-hægrein en ekki bili. Ekki í bili. Þarf aðeins meira til. Sjáum smá skaða hérna Kissa Reyn. Gera svolítið mikið hérna, Octopus. Já, þokkalega mikið pók á Catmaniac. Alveg 2 levels yfir ennþá bara einhvern veginn. Þetta er furðulegt. 7 núna, 7 inn í 4. Það kemur 5. En þetta er mjög eftir á viski botnægrin. Já, og já, level skipta mitt svo rosalega miklu máli, sérstaklega í byrjun leiks að bara kemur, þú færð bæði meiri varnir og meiri bara svona HP, en líka mjög mikið meiri skaða, sérstaklega á auto-attack sem er náttúrulega mjög gott fyrir championin eins og Caitlyn. Gerir alveg helling og ég veit ekki alveg hvort að passið kannski skeilar með levelunum, Já, headshot. Held það. Já. En ætti að gera það. Allavega svona eitthvað. Eitthvað þegar sjáum núna Beinudós og leikmann störukeppni. Eitthvað að berja hvern annan en Já, og báðir bara að byggja tank, hvorugur að taka eitthvað svona fyndið skaða vopn hérna. Nei, þetta er skriðdrekanir hérna báðir að bara, já, við gætum horft á þetta í allt kvöld og það myndi ekki neitt gerast. Nei. Vanlega getur Ornn stundum tekið einhvern niður, en Já, og það er spurning hvort að það verði einhver hérna dreka bardagi. Við erum með tækni hérna mættan og Sahin er komin aðeins nálægt. Það eru bæði liðin svona aðeins að labba í áttina að þessum dreka. Með Sigvar 2 er samt núna orðin svolítið lár fyrir þetta. Já, er samt á undan. Ég er núna með allan á stjórn. Eitthvað að bóta. Catmaniac missi krókin og Catmaniac er líka ennþá level 5. Já, orðin mjög lár. Þetta getur verið mjög dýrt handa viski hérna og þeir þurfa bara hreinlega að hörfa og gæti þurft að gefa dregan hérna. Já, lítur út fyrir það. Og býtu að gerist eitthvað í toppækruna meðan báðir deyja. Já, en leikmaður var executed. Já, bara sáttum við það. Ég veit ekki hvernig hann náði því á móti Ornn með, já. Já, undir turninum hérna hjá Whisky líka. Já, ok. Vel gert leikmaður hérna, bara standa sig. Sýnist hann vera að fara í Keirnik Rúkkern eða hvað, bara í blábyrjun leiks. Ætlar svo ekki að tapa á móti þessum Ornn í bardagum. Nei, hefur engan áhuga á því. Og sýnist Coolbeans tím vera að spila bara mjög fallegan leik þrátt fyrir að íslenska hetjan bara svolítið tók fyrstu mínútur leiksins mjög alvarlega og náði að taka allan frumskóginn botnækran megin af Coolbeans tím. Nákvæmlega, en var núna að taka hérna Mathkana, já. Þeir eru allir 3 komnir yfir til viski og það er að fara að gera turnana svolítið, varnarlausari, Já, sem er alveg líka rosalega gott fyrir eins og Ornn og bara svona líka gott fyrir alla championum. Það er ekkert með svona sérstaklega góða hetjur til þess að taka niður þessa turna, þannig að þetta svona bætir aðeins upp fyrir það. Einmitt. Kissa Reyn er bara búin að vera í miðjuægrinni allan leikinn, greiði styggið. Ennþá level 5. Skemmtilega við Körmu, hún þarf ekkert ultið sitt, það er nú þegar þetta, level 1. Ég er engan áhuga á því. Nei, skiptar hann einhver máli. Sikkinn var 2 með og ward á henni en stoppar hann ekki. Gæti verið hættulegt.
maður veit aldrei hvort að hann benchir þarna við hliðina á einhver staðar sem hann var. Sigyn fann lyktina á honum. Nú fáum við eftir að horfa hérna. Ég væri til í að sjá þá hérna berjast og býti nú Siggi það er verið Vaffer. að bæta hérna í midlane. Kisturinn notar hýlið til að hlaupa hans hraðar en það er ekki alveg nóg. Nei, þetta er einmitt. Og Sigyn Vaffer er ennþá með flash og all. Leikmaður ítti á últi sitt á meðan Beinatos var óstoppanlegur. Og já, er ekki meira úr því. Nei, gerist samt ekki mikið. En ok, jú, Leikmaður getur dálítill skaði. Getur Beinatos dreipað hann? Hann er ekki með leifturinn. Nei, leikmaður samt var að detta úr últinu, komin með fullt af magicum sem startur, en býti hann að koma á stoppabólið, nær! Undir turnin! Beinatos undir turnin! Og það verður ekkert úr því á endanum, en þetta var æsi spennandi. Það var einhver kannski var að deyja. Það getur verið smá klandrið, það tekur svolítið skaða, en jú, nær að taka Sigga af 2 smá tilbaka. Já, en vissulega hérna í þessu matchupi, það er svona reyla hættulegra fyrir Adda að taka svona jafn trades heldur en Akali. Gæti verið sprengdur bara við eitt augnablik. Já, spurning hvort að Benz ætlar að táir það við þessa botnakarinn hérna. Er að leita kamps og er ekki að finna þær en er bara að snúa aftur við. 3 núna hjá CBT við miðjakarnina og spurning hvort að Sigyn aftur vita af því. Gæti verið, við erum að sjá hérna Kapmeinik reyna að veiða. Já, eru aðeins að íta henni í burtu, sko, hún nær ekki alveg að farma alla þessa skósvina. Þegar Kirsti Reyn er alltaf bara einhvers staðar annar staðar þá getur Kapmeinik reynt eitthvað að ógna Octopus. Nákvæmlega. Við sjáum núna er mikið af spilurunum byrjaðir að taka sín fyrstu vopn núna í vasan. Já. Caitlyn og Mjauki og Octopus konum með byssu sem ég veit ekki hvað heitir. Hextech eitthvað. Hextech Alternator. Já, Hextech Alternator. Sem eykur skaða svona frá hámarks fjarlægð sem þú skýtur frá. Eykur skaðan, já. Sigga Vaffer taka svo mikið skaða. Engin í þann til að hjálpa Adda að taka niður. Nei. En þetta getur verið vont í hérna 30 sekundur í dregan. Sigyn Vaffer þarf eiginlega að koma sér í burtu. Já, spurning hvort að CBT reynir bara að taka dreganum leið og hann byrtist. Kisturinn er samt að beisa núna, er ekki góð tímasetningu fyrir dregan allavega, en... Nei, gæti verið smá vandamál. Báðir topp Agrins spilararnir eru með teleport núna, sem er held ég empowered fyrir báða. Það gæti verið að við sjáum eitthvað báðir topp Agrins spilararnir koma niður. Berjast fyrir, þetta er efnir. Já, og Whisky allavega fer út í ána og er að reyna að tryggja sér hérna svona stjórn yfir wards. CBT ætla samt að berjast fyrir þetta og gaf mér eitthvað að missa krókinn. Gæti verið það, Addi tekur svona smá pot hérna, það gæti verið að Icelandic Hero hoppi bara inn, það gæti verið risana bardaginn að Kistur Reyn tekinn mjög lágt niður og meðan er íslenska hetjan sprengt. Er Sigyn hérna í baklínunni bara að rústa Cool Beans team. Octopus er núna hérna með þurft að leiftra sér til að deyja ekki, hann er að gera svo mikinn skaða. Mjauki er að reyna að stoppa eitthvað með slow og mér sýnist enginn vera að fá hann að dreka á meðan dettur leikmaður niður sem var aðeins of djarfur í toppakrinni. Já, æsi spennandi bardagi en virðist vera að CBT ætli að taka efni niður á meðan Whisky þurfti að flýja burt. Það var svolítið hættulegur Octopus þarna, hann hefði alveg getað bara fengið þrífellingu. Já, þetta var mjög tæft og Octopus næstu því bara búinn að náða með öllum niður en var dálítið svona fastur á einmitt Capmania og náði ekki að klára neitt. Þannig að 2 drekar núna til baunana og sjáum við að Mjauki er komin með 2 vopn en Octopus sýnist vera að fara í Infinity Edge sem tekur aðeins lengri tíma. Já,
aðeins dýrara vopn. Hægir aðeins á, þótt hann sé hérna. Já, þokkalega sterkur, en við sjáum hérna líka að Mjálki núna 3-1-1 og orðin, já, sterkari heldur en Octopus þrátt fyrir að hafa verið bara dálítið á afturfætinum í þessari botnagrein. Náðu bara að lifa af mjög vel og bara taka Júnöru í seinni part leiksins. Já, og núna bara einmitt Icelandic Hero að taka niður skjálrúnu, ekkert vesen á því. Spurning hvort þeir ætla að reyna að slást hérna við leikmann, Beinadós eitthvað aðeins að kýtlanum. Icelandic Hero samt bara að bara taka krabban. Þeir vita að það enginn að fara að deyja. Mér sýnist einu ástæðan af hverju þeir eru leikmenn með 3 dauða út að hann er alltaf undir turninum hjá Beinadós. Einmitt. Ekki eitthvað svona, hann ekkert eitthvað svona slást í miðunni, nei, bara hoppu af stað og undir turnin alveg sama. Bæði liðin eitthvað að reyna að berjast hérna í botnagrein en hætta við. Já, það var svona CBT var kannski svona aðeins að hugsa að gera eitthvað dive flash áfram. Leiftrið að fara að vera kannski ná Octopus, ekki með það í boði sem þýðir að hann að fara að fella niður inn á Mjálki. Fær það gull. Þetta var bara ágætlega vel spilað hérna hjá Whisky. Já, og Whisky virkilega sátt með þetta munum við gera mikinn skaða við en törnin alltaf bara fella niður með skjálrunu. Fyrsti turnin að fara einmitt á Whisky þrátt fyrir að Cool Beans team voru svolítið að ráða botnagreininni á tíma. Þetta klárlega nóg til að Whisky bara komnir ágætlega yfir. Svo ætlar hann að fara kemst hann alla leið. Það spurning á Náirði, en það getur verið að Íslenska Hetja deyr fyrir það. Náði með hjálpa Cat Maniac að koma sér í burtu. Já, örgulega bara eini championin í leiknum sem hefði getað bjargað honum úr þessari stöðu. Var þarna til staðar. Mikil hjálp frá Cat Maniac hérna. 2 mjög flottir lampar frá honum, eða luktir. Núna geti Siggin kannski verið í smá klandri þar sem turnin hans farinn og Addi og Kisterein eru mætt og það núna Íslenska Hetjan hoppar hérna á Adda. Kisterein að reyna að halda honum á lífi, nærði í bili og það Íslenska Hetjan sem næstu að fara að detta niður, nær að taka niður Adda, nær passifinu og þetta geti verið mjög hættulegt fyrir Cool Beans team þar sem Bench, Kisterein og Addi detta öll niður. Virkilega vel spilað hérna hjá Whisky, Icelandic Hero með ostið sitt yfir vegginn og bara, Mjálki mætir og þeir bara vinna slaginn. Sjáum við leikmann mættur til að einmitt bjarga þessum turn. Ekki mjög spennandi að missa miðjuturnin líka eftir, þrífellinguna hjá Whisky. Þannig að meðan bara Beinadós og Íslenska Hetjan mættir í toppagrein. Já, og Octopus að reyna að beisa held ég en Akali mætti þarna til að stoppa hann og ennþá bara á einu vopni. Já, þetta erfitt sko með við að Octopus byrjaði svo vel og þarf núna að fá smá meiri pening í vasan til að bara geta gert eitthvað. Já, og svo líka Cassandra hérna að byggja ekkert nema Magic Resist. En svo erum við með hérna Sahin og mjög sterka Júnöru sem að fara að geta fellt hann hérna niður. Síðan að fara í Spirit Visage, ekki Keiran ykkur úkran eins og ég held. Og núna held ég samt að hann að fara í Yaksho, bara mjög fínt. Fá smá armor hérna. Það sem meirlutan af Whisky að gera alltaf mikið bara venjulegan skaða. Og núna drekabardagi að fara að byrja þennan hérna loft. Þetta skipti það Cool Beans team sem að byrja á drekanum, komin í 2000, gæti verið að fara til Cool Beans team. 3 drekar núna í boði, Bench notar ulti sitt til að reyna að lifa þetta af en það Beinadós komin í baklínuna og Octopus að fara að ná að lyfta sér yfir. Siggi að reyna að ná einhver Mjálki komin Octopus og hlýtur að taka niður. Það komin
eitt dráp í þessu bardaga, annað komið, Kiss Reign er tekið niður, Addi og Bench á hlaupum og Whiskey er virkilega að stúta þessum leik eins og er. Já, tvöföld felling þarna niður hjá Mjálki, virkilega vel gert hjá Whiskey að einangra Octopus og leyfa bara Mjálki að hoppa á hann og fella hann ekkert mál. Svo mikill skaði að koma frá honum, 7-1-2 núna. Fannst þetta byrja mjög vel hjá Cool Beans Team en þeir eru alveg búin að missa boltan og bara þurfa svolítið að hægja á leiknum ef eitthvað. Já, þeir náðu vissulega drekanum og drekasálinn er alltaf öflug og þeir munu alltaf geta hótað henni fyrir alla næstu dreka og ég meina þeir þurfa bara einn til að fá þessa sál á meðan Whiskey myndi þurfa 4 dreka í röð til þess að stoppa það. Veit ekki hvort þeir leggja í það samt. Það er spurning, en eins og er Baroninn mættur og sýnist Whiskey eitthvað vera að reyna að taka stjórn á Baronsvæðinu hérna. Já, lítur alveg út fyrir það og 2-1 hérna. Það tekur samt sinn tíma að taka niður leikmann, hann hendir í leiftur því að hann hreinlega nefndi ekki að taka sénsinn þarna. Nei. Icelandic Hero að hoppa niður. Það er lukt í boði, Böndos og Capmanic eru mættið til að hjálpa og Mjálki er hérna á hliðarlínunni og það er bara Bench tekið niður og þetta er smætið þeirra. Nákvæmlega og bara Whiskey fer strax í það að taka Baroninn niður og já, CBT ætlar ekki held ég að reyna að gera neitt mikið í því. Þetta er alltaf að hoppa hérna yfir. Hann er sannarlega að reyna bara taka hennar Baron vissulega. Já, og á meðan er Viktor í botnagruninu að aðeins gera eitthvað skaða við hennan turn en ekkert rosalega mikinn. Eins og er, allir í Cool Beans Team eru með 1 dráp og það er bara hreinlega ekki nóg að mann. Nei, 14 á móti 5 drápum og hvað er þetta? 8.000 gullmunir. 8.000 á þessum tímapunkti og við erum líka að horfa á Ornn-itemin komin í hús fyrir 2 leikmenn hjá Whiskey. Þetta er alveg gríðalegt. Núna er íslenska heitin bara svolítið að hlaupa inn í skóginn, veita Mjálki og Capmanic að gera þetta og þetta getur verið Bench aftur að fara að deyja þar sem það er ekkert sem hann getur gert hérna í sínum eigin skógi. Nei, og með Capmanic við hliðina á sér þá og Icelandic Hero fyrir framan sig þá fær Mjálki bara dálítið að gera það sem hann vill og er bara þokkalega öruggur á meðan. Já, þeir eru að herja á turnin hérna, Siggi oft í baklínunni reyna að finna eitthvað hérna. Sýnist Cool Beans Team þurfa að gefa þennan turn. Nákvæmlega og með einmitt Siggarnar 2 á Akali að svona aðeins halda sér til hliðar stoppar líka CBT frá því sjálfur að koma til hliðar og reyna að fella Mjálki sem væri náttúrulega rosalega gott fyrir þá. Við erum að sjá hérna, býta aðeins, Addi kemur þetta með risaskaðan ásamt leikmanni og það gæti verið að Capmanic er í smá vanda. Það er íslenska hetjar hendin í liðið og leikmann er honum mjög lágur. Böndos nær mjög flott últi hérna og það er Bench sem er sprengtur af Sigga. Núna kemur hann yfir og ætlar að taka niður Octopus sem er næst í carry hérna hjá Cool Beans Team og þetta gæti bara verið leikur þar sem Mjálki er að reyna að taka niður liðið hérna hjá þeim. Addi kræktur inn, það eru bara 2 eftir. Ég held að gæti verið, ætla þeir að klára þetta? Nei, ég treysta sér ekki í það. Nei, vantar botnhetjuna. Mjálki var aðeins of spenntur þarna, lyftraði sér áfram og var til þess að ná killinu vissulega en þá var hann dálítið fastur þegar hann var komin í andlitið á Adda og þessum Viktor og já, hann gerir bara mikinn skaða við svona litla júnöru. Við erum að tala að Mjálki er komið með 4 item og eitt af því er Masterwork Infinity Edgeið. Já, það er rosalegt og já, er að deyja núna í annarskipti var vissulega að gefa 1000 gull shutdown á Adda. Ekki vera náður aftur hérna, þetta er ekki þinn skór lengur. Whiskey bara búin að hertaka hann alveg. Og við erum að sjá alla í liðinu núna með Ornn item.
Já, núna erum við komin upp í 11.000 gullmun og lítur út eiginlega bara eins og að Whisky sé að fara að vinna þennan fyrsta leik. Octopus leiktar sér til að lifa þetta af. Siggin var 2 hefði náð honum þarna. Já, og Whisky komið með sinn fyrsta drega. Á smá movement speed. Já. Og já, og Whisky virðist ætla bara að gera þetta bara svona samkvæmt formúlunni, bara taka niður alla turnana og... Sjáum hérna Bönnadós, stegi gilduru, tók enga skaða. Önnur komin í staðinn. En íslenska hetjan að fara að herja þetta á miðjuna. Já, og Addi greinilega fylgjast með Mjauki, hérna. Þetta er leikmaður núna einn á móti, 3 hérna hjá Whisky, en það er líka einmitt Bönnadós sem að fara að detta niður. Það er markáningur komin í þetta hús. Leikmaður ennþá á lífi hérna á móti 3 hjá þeim. Gæti þetta verið sem Coolbeat Teams þarf, en það er leikmaður tekið niður og íslenska hetjan kom með passið sitt í gang. Addi að fara að tekið niður á Mjauki. Sonias komið, en hann er bara að bíða eftir dauðanum sínum hérna. Það sem Kiss the Rain og Octopus eru einu lifandi, en þarna kemur krókurinn. Og það er bara Kiss the Rain eftir, sem þýðir að þessi leikur gæti verið búinn hérna. Mig grunar það. Vel spilað hjá Whisky sem taka hérna fyrsta leikinn í þessari viðureign. Og núna þarf Coolbeat Teams svolítið að íhuga næstu skref í næsta leik. Algjörlega. Tóku sér tíma, Siggi var 2 farinn. Og já, þessi leikur var svolítið svona rólegur til að byrja með og þróaðist í svolítið bara Whisky að rústunum. Já, boltinn byrjaði vissulega hjá CBT, leit alveg bara frekar vel út í byrjun fyrir það og svona var alveg jafnt, en CBT var svona aðeins svona með framfótinn, en svo bara hægt og rólega tók Whisky boltan algjörlega af þeim og já, vann leikinn bara þarna. Þetta var svolítið svona, já, mér fannst íslenska hetjan hafa mjög góðan leikinn, að Mjauki bara stóð sér mjög vel einmitt lifa af þessa byrjun og svo bara var hann aðalskaðinn í lok. Það er spurning, við gerum alltaf MVP-ið. Hvað er svona, já, þinn svona leikmaður sem heldur að færa MVP í þessum leik? Já, mig langar að gefa Mjauki MVP. Vissulega var Icelandic Hero byrjaði rúllið fyrir Whisky, en svo spilaði Mjauki alla bardagana bara eiginlega bara alla bardagana rosalega vel. Hélt sjálfum sér á lífi og ég meina, þú veist, dó bara þarna rétt undir lokin bara eiginlega bara svona upp á grínið finnst mér, eða þú veist, það var að flassa áfram undir tower svona í lokleiks, þú veist, það svona ekki alveg marktakt og einmitt bara líka spilaði þarna vel, þú veist, í lokin að halda sjálfum sér á lífi bara, þú veist, ekkert eitthvað svona deyja óþörfi sem er svo rosalega mikilvægt fyrir þessa botnagrein svona hetjur bara, þeir eru mjög viðkvæmir en mjög öflugir og einmitt gera rosalega mikinn skaða sem hann náði að gera mjög vel. Já, klárlega var komin með alveg ótrúlega mikið af vopnum í lok leiks. Svo ég held að já, Mjauki klárlega MVP hérna. Ég vil segja samt að íslenska hetjan alveg svona mjög nálægt líka. Já, algjörlega. Alveg mjög vel spila hjá þeim. En ekki fara langt þar sem við dettum bráðlega í leik 2. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiðið sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur.
Velkomin tilbaka, við erum bráðlega að fara í leik 2 af seríunni Whisky á móti Cool Beans Team. Hvernig þessi leikur að fara? Það verður spennandi að sjá. Spurning hvort að Whisky ná að taka CBT aftur 2-0 eins og seinast þegar þessi lið mættist. Já, það svolítið svona erfitt að spá fyrir eins og við vorum að sjá samt svolítið Whisky bara taka leikinn, þurfum að sjá hvað hetjuvalið að fara að gera í raun fyrir Cool Beans Team, en þetta var svolítið svona, ég veit ekki hvað Cool Beans Team hefði getað gert í þessum leik í raun. Nei, mér fannst þeir dálítið kannski klúðra þessum dreka bardaga, allavega þessum þriðja dreka sem CBT tók. Þeir hefðu ekkert að gera, þá voru þeir dálítið búin að missa svona forganginn og gáfi þá Whisky dálítið svona gott tækifæri, en hefðu svona fyrir það verið að spila dálítið svona eins og þeir átt að spila. Ég meina botnakarinn var þokkalega sterk svona hjá þeim. Já, og bara svona dálítið fylgjast dálítið betur með Icelandic Heroes, þú veist, það þarf að bera virðingu fyrir honum, hann rosalega góður leikmaður og öflugur og kannski gerði það ekki alveg nógu vel í þessum leik. Spurning hvort þeir reyna að bæta dálítið upp fyrir það. Nei, það var eins og byrjunin á leiknum, hann bara tók bláa skóginn af bench sem svona svolítið skrítið og svo gengaði hann bot og topp eftir það bara strax, svo maður þarf svolítið að hafa augun á honum. Nákvæmlega. Og bara passa sér hann gæti verið hvar sem hann að gera eitthvað allt öðru sér heldur en hefðbundin svona frumskoðamaður, svo það eitthvað sem Cool Beans Team þarf að pæli. Já, nákvæmlega, og ég mitt bara svona það lúmskur, ég mitt með hvernig hann tók bara skóginn hjá CBT byrjun af, við tókum ekki svona eftir því, þannig að bara svona hann kemur á óvart og þarf bara að vera við öllu búin og já, bara svona passa þig, ekki, það má ekkert, þú mátt ekkert stíga of langt upp á móti góðum skógamanni eins og Íslandi gerir þetta, og því hann mun koma og hann mun refsa þig fyrir það. Já, þetta bara svolítið svona, hefur engan séns og engin svona, mistök á móti íslensku hetjunni, það að fara að lenda að bara í að tapa leiknum í raun, það ekki mikið í boði, og líka, hann fær þægilega hetju Sahin. Núna Sahin ekki í boði, en ég vil meina að sundlaugin hans íslensku hetjunar bara ofdjúp í raun. Mjög djúp og það verður svona áhört að sjá það mjög oft náttúrulega í svona fyrirlesa, það bara nokkulega sömu bönnin. Já. Líklega verður það bara aftur eða allavega svipið, en kannski hleypa þær einhverju öðru í gegn sem þeir bara svona ákveðar hafa ekki áhyggjur af, það verður líka áhugavert. Við þurfum náttúrulega, ég veit ekki hvar liðin eru núna, kannski þetta að fara að vera aftur bara Whisky á bláu hliðinni og en núna kannski við erum að pæla í Huey, hann komst í gegn fyrstu 3 bönnin held ég, hann var 4. banni hjá Whisky. Það eitthvað sem kannski núna Cool Beans Team vill taka. Ég held að það mjög gott að Addi komin á hetju sem hann svolítið í stjórn á. Viktor var mjög góður en náði ekki alveg að svona, gera nóg í raun. Nei, svona góður en ekki alveg nógu góður, og líka að Kali-valinn á mótunum sem kannski setur hann í dálítið svona óþægilega stöðu. Þú vilt bara svona helst í miðjunni hafa dálítið svona forganginn til þess að fara út í ána og taka þátt í bardögum, sem að Sigyn Vaff 2 var oftast fyrri til að mæta í bardagana, þótt að CBT hafa alveg unnið nokkra af þeim þrátt fyrir það, en hafði allavega ekki forganginn fyrir svona þetta fyrsta skref úr miðjuakreininni. Spurning hvort þeir reyna að forgangsraða það meira núna. Það líka spurning með eins og Kiss the Rain var svolítið bara á lappi allt kortið. Já. En mér fannst eins og hann var ekki að gera alveg nóg. Það var svona, hún var þarna og var svolítið að bögga til með Sigga á tíma og en á meðan þá var Octopus bara einn og Mjauki náði að svolítið að bara bjarga sér úr þessu. Já. Var ekki eins og refsa honum nóg. Nei.
Ég alveg samla því og ég meina á meðan þá bara misti Kiss the Rain fleiri og fleiri levels og sem Caitlyn, þú vilt hafa supportin með þér í botnagrinu og þú ert svo rosalega sterk í botnagrinu á meðan bara svona þessi byrjunarfasi að leiknum og þú mátt ekki vera einn að spila á móti einhverju hetju eins og Jónara sem getur stokkið inn og með Thresh sem getur bara verið rosalega aggressífur, það væri kannski alltaf lægi ef að í staðan fyrir Thresh það hefði verið Soraka eða eitthvað. Þá kannski bara fínt, bara Caitlyn getur alveg verið einu móti því, en ekki á móti Thresh Jónara, það var svona sett henni í óþægilega stöðu og þeir mistu dálítið forgöngin sem þeir byrjuðu mitt á því að taka. Það svo spurningin hvað núna Viskir að taka. Threshin eitthvað sem Catman ekki búin að vera að spila alveg helling og við sáum mjög flottar luktir alveg í gegnum leikinn. Já, mjög. Hrókanir voru svolítið svona, þeir hittu stundum en luktin sérstaklega góð og alveg klárlega eitthvað sem Cool Beans team örugglega sáttir með að það ekki Thresh lengur. Góði fyrir þá. Já, ég get trú á því. Og bönnin byrja allavega eins, sónabann kemur hratt út. Já, þetta eitthvað svona, ég ætla ekki að hleypa þessi gegn, engin ástæða til þess. En voru að vinna leik, bönnin að fara að haldast örugglega alveg eins. Hérna fyrstu 3. Rumble, þá ætti það að vera Nami. Já, Nami næst. Ef maður vilja að Cool Beans team fá Nami út ykkur á stöðun, ég held ekki. Taka þetta allt bara í burtu. Ólíklegt, spurning hvort það vera, Einmitt með Nami-bannið og svo var það, ég man ekki alveg hvað var næst, Jarvaninn, einmitt. Taka það í burtu að þeim. J4 frá Icelandic, J4 frá Icelandic Hero. Og svo var það, byrju, Gnarbann, þetta var ekki senast held ég. Nei, ég held ekki. Það var held ég Sion þarna. Óhugavert, það eins og Viski heldur að Cool Beans team ætla að taka Gnar. Kannski að fara að taka Sion fyrsta vali. Það gæti verið eitthvað sem Viski vill gera. Mögulega, það ekki uppbóldið mitt, sko. Nei, ég svona býst ekki alveg við því. Kannski það líka geta búist við að Cool Beans team að taka í fyrstu 2 völunum sínum, Sionin. Nei, nákvæmlega. Engin ástæða. En Gnarbannið smá svona spurningamerki. Smá spurningamerki en Kiana aftur tekin frá bæði Icelandic Hero og Sigyn of 2. Með mitt fyrsta val. Ætlaðir taka ADC aftur? Okay. Já, nei, þú hafði rétt fyrir þér. Þetta var bara Sion. Þetta eitthvað núna sem samt þeir vita þetta að fara í toppakkerina. Núna getur leikmaður tekið fyrsta valið og Addi getur fengið counterpick í miðunni ef það eitthvað sem þeir vilja. Já, nákvæmlega. Einmitt, fínt bara að taka toppakreinina núna í fyrstu 2 völunum. Hvort að Jóri kemur í gegn, ég veit það ekki. Það svona, getur verið gott. Og það Ambessa. Eitthvað sem getur farið í hendurinn á mörgum, en alveg líklegt að fara í toppakernina. Já. Ok, áhugavert. Ég veit ekki alveg svona hvernig þetta matchup ætti að spilast. En náttúrulega Ambessa vill alveg vera í þessum bardugum með liðinu að meðan Sion vill náttúrulega vera í hliðarakrinn. Og svo sterkt Octopus Kai'Sa sem við höfum séð áður alveg getur verið mjög skaðleg. Við erum bara pæla núna hvað Viski tekur þetta á móti. Þeir vita sirka núna hvað að búast við í botnakrinni, gætu tekið svar. Já, ég myndi búast við því. Taka Sæja og... Ég býst ekki vera Rakan, en það væri mjög skemmtilegt að fá Rakan í þetta. Ég veit, kannski Renata eitthvað sem hann hefur verið að spila, Maniac eða Lulu. Já, eða kannski Nautilus. Taka Nautilus af mitt Kai'Sa Nautilus kombónu getur alltaf lagi, en það sýnist mér að fara að vera Shen Jungle. Þetta eitthvað sem Ísland heitir búin að vera að æfa einmitt líklegast sérstaklega til að taka á móti Ambessunni. Ég alltaf últa þegar Ambessa últa til að bjarga hverjum sem Svo þetta að fara að vera pirrandi.
Særa Kæsa. Vá. Það ágæðlega spennandi Áhugavert. val hérna. Það spurning hvort að Shen sé svona líka smá flexpick. Það Shen support möguleiki. Já, alveg klárlega. Það gæti alveg virka ágæðlega á móti Kæsu. Veit ekki með að móti Særu samt, þannig það spurning hvort já. Sendu þetta bara í djunglið. Fíla Særu valið, það ekki eitthvað sem maður sér oft með Kæsunni, en eða bara oft almennt. Já, það ekkert oft bara tekið Særa, en skemmtilega við Særa, mjög góð inn í einmitt svona skriðdrega lið. Við erum að sjá Sion og Shen sem taka mjög mikið af lífi og það mjög gott að taka einmitt Særu support inn í svoleiðis lið. Já, algjörlega. Og svona núna draftið hjá Whiskey dálítið að líta út eins og svona svar á móti CBT sem að taka aðeins meiri svona árásar, gerðnari, svona herra tempo hetjur og Bans að koma að beina svona í áttina að miðjuakrinni. Hui, tekin í burtu. Ekki mitt, enda móti Hui. Já, og Arinans Sigyn Vaff 2. Gætum séð eitthvað sko hæling hvaða bannið, það velkosinn, annað sem Addi getur spilað og flinkur á. Ekki gaman að vera með góðum velkos sem mitt. En ég hugsa hvort þið taki miðjuna núna til að hafa Ambessuna sem flex, ég veit það ekki. Það gæti bara komið skóarmaður núna eða toppakreinu bara. Já, ég myndi halda skóarmannin kannski. Mundo í skóginum, bara fínasta val, búinn að vera sterkur svona upp á síðkastið. Ég veit ekki alveg hvernig það búið að, hvort það búið að nerfa hann eitthvað. En bara fínt, safe val allavega. Já, mjög sterk hetja. Nico líklega í aðstoðarmannin. Alveg svona vanalega núna, Nico tekinn þar, ég býst ekki við í miðjunni. Nei, Sigyn Vaff 2, ég hef ekki séð hann allavega að spila Nico. Nico bara þægilegur í sport, við sjáum Taljuna. Mjög gott einmitt inn í, við erum að sjá leikmannin hérna á Ambessunni. Þetta að fara alveg svolítið að stoppa hann eitthvað allavega. Já, þetta mjög spennandi leikur. Þetta Kæsa mitt, eitthvað sem Addi búin að spila einu sinni áður. Þetta að fara að vera Kæsa mitt inn í Taljuna. Ég var ekki að búast við því núna. Nei, Þetta flexpick hjá þeim. Vá, þetta ótrúlegt. Særa nefnilega sefir, það hljóman mikið betur á blaði. Svo þetta útskýrir það val betur. Svo að pæli hvort að Whiskey var að búast við þessu. Alveg pottþétt ekki. Þetta ótrúlegt. Hvort að Kæsan að fara lifa þessa Talju af í miðjunni, við sjáum nú bara til. Ég veit ekki hvað hann að byggja, hvort hann að fara í eitthvað svona AP potbild eða hvað, en allavega hana svolítið svona furðulegt svona hetju val hérna hjá Cool Beans team. Já, þetta verður spennandi sko. Já, vá. Við erum að sjá svona hefðbundið svolítið hjá Whiskey þrátt fyrir verið með einmitt Shen Jungle og eitthvað þannig. En hérna höfum við það. Hail of Blades Kæsa í miðjunni. Þýðir ég býst við AP-inu. Já, og hérna, ég veit ekki hvort þetta svona mikilvæg sens, en mér finnst verið alltaf svona, þetta svona bæði liðin eru með einhvern veginn hetjur sem eru bara svona, ég veit það ekki, geta gert bara svona alls konar trúðalega hluti einhvern veginn. Eða þú veist, það er bara svona hetjur sem geta gert bara eitthvað alls konar skrítidót. Þú veist, Sion, Alt, Shen, Alt, Talia, Alt, Nico. Geta byggt svolítið ónaðum bara allan með Shen og ég mitt annarkvort Siggy Vaff 2 eða Baunadós. Já, en svo getur CBT líka gert það á móti. Sjáum hérna þetta núna, hvernig mun hann spila þessa byrjun leiksins hérna? Já, getur, þú veist, getur náttúrulega ekki einhvern veginn nota ESET, þú veist, með reynsi til að farma ætti að vera, en Sigyn Vaff 2 mun gera mjög mikið skaða við hann. Sjáum við núna Miyauki
Katmæni eitthvað íttir hérna svolítið inn núna. Svolítið mikið pot frá Octopus og Kisturinn og auðvitað bara gott push. Já, og Sivir með aðeins betra push en Sæja er samt alveg líka góð í að íta skósunum yfir með fjöðrunum sínum. Já, spennandi. Já, hvernig Cool Beans team spilar þetta mjög mikilvægt. Þetta eitthvað svona, mér finnst eins og þeir verða eiginlega að koma svolítið áfram snemma allavegana til að byrja með þar sem leikurinn að fara að vera aðeins erfiðari hérna þegar, og býta nú við Kisturinn. Náðu að gera mikið, en það er Octopus sem er í smá glandrýna. Það er líklegast að Leiftra næra bjarga sér, en mikið notað. Meðan er Addi hérna berjast hérna inn í 3 skósinum hérna og vinnur ekki þann bardaga. Nei, og já, einmitt, Summoners notar hérna frá CVT allt nema lifturunin hjá Kisturinn og bara heal notað hjá Catmaniac. Sjáum hérna Adda vera íttur alltaf undir turnin. Væntanlega er Talía að fara að vera aðeins betri en Kajsa að berjast við þessa skósveina. Já, og skóarmennirnir eru hérna bara á svona nákvæmlega sömu braut og Whisky fyrri til og eru að labba í ána og já, Benz ætlar ekkert að keppast við það, veit svona örugglega af því bara og ætlar að taka krabban í efri áni. Sjá hérna leikmann ekki alveg að hafa besta tíman hérna. Það er mynd að bíða eftir svona bördugum hérna þar sem hann getur svolítið hoppað á Bönadós. En hann besta líka vantar kannski svolítið item hérna inn í Sionin. Smá slow push að mynda síðan hjá Kisturinn og Octopus. Eða hvað? Það menn ég ekki alveg að stríða Octopus hérna með poti. Já. Og náttúrulega svona núna, já, einhvern veginn líka bara svona botnakirðarnar hjá báðum eru svona þokkalega öruggar hetjur. Geta svona haldið sjálfum sér örugum og já, ég meina skóamennir eru bara báðir hinum megin á kortinu þannig þeir geta bara svona spilað dálítið aggressíft. Minni gangi heldurinn í fyrir leik þar sem já, báðir fyrir skóamennir ekki að bralla neitt, eru náttúrulega bara skriðdrekar, ekki eitthvað kannski að ganga til að byrja með. Nei. Og já, bara ping-pong á öldunum hérna í öllum lanes. Já. Öllum akreinum. Það verður spennandi að sjá hvað gerist þegar allar hetjur fara að fá level 6 en level 6 hjá eiginlega bara öllum hetjunum í þessum leik eru bara mjög öflug. Mikilvæg einmitt í bara ördugum og mér finnst eins og í þessum leik allir þurfa svolítið að pæla í hver er með últ uppi fyrir hvert bardaga. Einmitt getur breytt svo miklu. Siggi var 2 og Bönadós með náttúrulega svolítið svona yfir kort últ sem þeir geta bara byrst hvar sem er í raun ásamt íslensku hetjunni. Og svo er kannski Catmaniac skósveinn einhvers staðar og maður þarf að passa. Já, nákvæmlega, maður veit aldrei. Nico getur bara breytt sér í hvað sem er. Þessi er leikmaður getur allavega farið tilbaka núna. Já. Og allir eru bara nýfjafni fyrir utan einmitt Cool Beans team hérna eru tapað hérna í skósinum eins og er líklega út af einmitt tapaða bardögunum í byrjun. Já, og Whisky virðist ætla bara að taka berg hérna. Það er líklega að fara bara frekar léttilega í hendunar á þeim þar sem Cool Beans getur ekki gert mikið í þessu. Nei, og Siggin var 2 meira sem mættur þótt hann sé ekki með push. Þeir eru bara að setja algjöran forgang. Þeir ætla ekki að endurtaka seinasta leik þar sem þeir, mistu 3 dreka í röð. Já, einmitt. Mjög gott líka bara að fá þetta resistance, einmitt íslenska hetjan og Bönadós nýta þetta mjög vel, þennan drega. Svo það er gott að fá smá auka. Bönadós er með úl, getur komið sér í burtu ef hún langar. Svo það verður ekkert úr þessu.
þarf einu sinni ekki að gera neitt í því. Nei, þetta bara svona rólegt. Þessi skóamenn eru ekkert svona eitthvað rosalega ógnandi hjá báðum liðum. Sko, bæði Cool Beans Teams og Whiskey í botnakrein eru með svo mikið pot og þeir eru bara lengst í burtu frá hvort öðrum að gera einhvern skaða. Já, svona mikið pot og svona líka einhvern veginn mikið svona svona sjálfsbjörgunar tól í rauninni. Já. Kistureinuna er á vorti, gæti verið í smá glandri hérna. Eitthvað smá skaða. Býtum nú við Addi gera helling, hann kemur draugurinn í notkun, en þarna er Shen mættur, verður að passa þig á honum og það er tekið hann niður. Einhver ekki að pæla hvort það var Shen í leiknum eða ekki. Nei, og virkilega flott þarna hjá Second of 2 að flassa svo að Shen lendi einmitt aðeins fram og getur sjálfur flassað til þess að tryggja þetta dráp á Adda. Hann var mjög viss að hann hefði getað drepið Sigga 2 og svo birtist bara 600 HP skjöldur á honum og málið var búið eftir það. Algjörlega. Sjáum allan að Kai'San klárlega er að virka inn í miðjunni. Það er bara svolítið að hafa augun á hvar frumskómarinn er. Já, eða bara tímasetningu á allt svo bara einmitt bera virðingu. Ég meina þetta er rosa óvenjulegt play, vissulega. Þetta er svona skrítið og kannski ertu ekki alveg búin að pæla nógu mikið í því. Og þeir eru með allt í boði til að komast í burtu. Octopus, það er bara að passa upp á skjöldir annað kemur það. Já, bara einmitt góðar hetjur til að halda sér á lífi. Þarf einmitt ekki, það er svolítið erfitt að ganga í þessum leik fyrir utan núna sem við sáum fyrsta drápið. Það sem Bench ætla að taka bara matkan á meðan. Já, einmitt. Þarna eru þeir allan búin að skiptast á svona objectives. Ég verð að segja, þrátt fyrir Shenpeki að standa sér mjög vel í að byrja með, þá líður mér alltaf smá illa að sjá íslensku hetjuna á svona aðstoðarmanna hetju. Það sem hann er svolítið svona þekktur fyrir sína skaða hetjur eins og Kha'Zix og eitthvað svona. Einmitt, svona hetjur sem geta bara unnið leikinn á móti andstæðingnum og bara þrátt fyrir sitt eigið lið í rauninni. Svona 1 á móti 9 eins og maður segir. Já. En hérna er hann á Shenunum. Addi nú að taka gríðarlegan skaða. Það er bara hreinlega að passa sig að hann deyr ekki hérna. Já, það er alltaf rosalegt þegar mages eru komnar með Lost Chapter og allt í einu bara þú varst að vinna fyrir íslenska hetja lappaði inn og stál bláa buffinu. Þetta er óþægilegt. Sárt. Vonandi Bench hérna með heil af stáli hérna og ég er ekki illa eftir þetta. Já, Icelandic Hero heldur bara áfram. Þurfa hérna einmitt, Addi er í vondri stöðina til að venda eitthvað og býtti nú við Bench. Taka svo mikið skaða og ekki í gangi þar. Kisturinn aðeins svona að, refsa einmitt að Kaupmannahek fór í burtu. Já, en samt sem áður bara erfitt að ná kills og sæja alveg þokkalega örugg. Ég er með allt, er með flash og barrier. Ég er alveg vel yfir í einmitt skósunum eins og og bælum stað. Já, mjög. Gullmunurinn alls ekki samt í high nates aðeins núna hjá Whiskey 600 kall, en það er ekkert eitthvað til að pæla mjög mikið í. Leikurinn gríðarlega jafn. Og sjáum allan að fyrstu itemin koma í húsina hjá skoðamönnunum. Íslenska hetjan og Bench. Já, og Siggin Vaff 2 er komið með Arts Angels. Ekki búin að klára all svona tárin. Þannig þá eftir að verða sterkara eftir smá. En já, dreki númer 2 er komin og Bench allavega aðeins að horfa í áttina á honum, en
Já, með leiftur núna til að koma sér í burtu ef þetta verður of vont, en líka skriðdrykki, getur passað því. Þarst að nota leiftur og últ og þarna kemur Siggi Vafta með mjög flott tvöldvaf. Taka smá skaða á móti hérna, en þetta gæti verið nóg til að býti nú við Kisterrein gera risa skaðinn á Kameniek. Þannig kemur Shen ulti í gegn. Það gæti verið að Cool Bean Teams eru virkilega að berjast fyrir hann drega. Já, eru að gera alveg þokkalegan skaða við Viski. Spurning hvað verður úr því? Þarna kemur veggur upp og hoppaði hérna á Octopus, með leiftur til að koma sér í burtu. Siggi Vafta 2 myndi bóði Addi últar inn. Ísrael heiti náði dreganum og núna getur Bench verið tekið niður. Þarna það Octopus últar, en það líka leikmaður komin í afturlínuna og það að fara að vera Siggi Vafta 2 tekið niður. Við sjáum samt Böndos vera einmitt í topp að pusha á meðan, en það blóstaði yfir! Leikmaður nær að taka niður annað og tvífelling fyrir leikmann. Æðislega spilað þetta, en hvílíkt klúður. Ein planta þarna sem eyðilagði alveg daginn hjá Viski. Og þeir voru næstu búnir að sleppa og kasta sér óvart aftur yfir. Cool Beans Team heldur sér bara enn mjög jafnir hérna í gullinu einmitt. Já, og einmitt, þessi bardagi var rosalega mikið, allt eftir allt. Og já, svona eins og við vorum dálítið að búast við vorum notið svona, með svona þokkalegu millibili og svona dálítið áhugavert. Já, Kisterrein náði góðu olti mitt á Catmaniac sem lét þá Shen og olti sitt til að reyna halda honum aðeins á lífi, en það var eiginlega of seint og hann var allt of low og þá gat Addi oltað inn og svo kom Ambessa inn og já, endaði þannig að CBT vann bardagan. Sýnist eins og Addi einmitt að fara í eitthvað svona 12 spam bildina, einmitt með Mana Mune komið í hús. Já. Og að byggja hérna Lost Chapter sýnist mér. Já, nákvæmlega og Addi bara gjörsamlega sprengtur af Sigga Vafta hérna samt. Já, og þetta Kaiserbild þá með því að taka mannum þá mun að ná öllum svona evolutions. Já, það mitt pælingin líklega á bakvið þetta. Já, byrjar núna á svona Q-evolution og byrjar sem svona meira bara hefðbundin svona hetja. Siggi Vafta 2 að sekunda í últið hans, getur hann náð að nota, leiftur notað, komið últ en þurfti ekki að nota. Nei, þurfti ekki að nota og líka alltaf spurning, þú veist, ef að út af því Talía getur ekki að nota oltið sitt ef hún í bardaga. Einmitt. Að einmitt þegar það svona komið hennar over hvort hún geti einu sinni nota oltið sitt til að sleppa. Hún þarf alltaf að gera það einhvern veginn svona, þarf að sjá fyrir hvað að gerast. Kisterrein hérna, reyna að hjálpa skómanum sínum að taka þetta bláa buff, en þetta að fara að vera beinisleið til Ísrael hetjuna. Þú átt ekki neitt í frumskóinunum, sama saga og í seinasta leik og það bara tekið það niður. Leiðinlegt fyrir hann hérna. Já, mjög bara snirtilegt hjá Viski. Ég þarna bara 3 saman, taka niður, fara út. Það var aðeins að, já, passa sig ef íslenska hetjan mætt á svæðið, það bara lappi burtu. Já. Það ekki lengur þitt. Nákvæmlega. Býtum nú við, Addi leiftrar sér hérna, það nóg, þetta kemur aftur íslenska hetjan til að eyðileggja daginn fyrir Adda. Og Siggi Vafta 2 sleppur. Já, og Addi vissulega líka. Já. Nei. Núna Mjauki, Kameniek, smá lári hérna, Octopus, Kisterrein, reyna að ná hérna, þetta getur verið mjög hættulegt. Þarna kemur samt ult sem nær Kisterrein, Octopus, berjast við Mjauki, barrier nota, það fara að ná, rétt svo Kisterrein, planta nær þessu. En íslenska hetjan mætt sem þýðir Octopus að fara að sleppa. Ekki leiftur í boði, Octopus. Adda kom á endanum. Já, hann bara labbaði ótröður áfram undir. Ég veit ekki hvað þetta voru mörg skot frá turninum. Alveg slatti, á meðan Skellrún tekin
til Coolbeans Teams og Bench klárlega að svara íslensku hetjunni þegar hann einhvers staðar annar staðar á flakki. Já, sem algjörlega nauðsynlegt þegar þú ert að spila skóamennina. Bara nýta tíman þegar hinn skóamaðurinn upptekinn einhvers staðar annar staðar. Miðjuturnin að fara að fella hérna, með 1 líf. Og þetta meira þess að fyrsti turnin sem fellur í leiknum. Ótrúlegt að það sé miðjuturnin en... Kisterein sér ekki íslensku hetjuna þarna. Og hann hoppar inn, Kappmæni að reyna að styðja hérna. Já, hittir ekki, Addi. 2-4 mína. En það Siggin komin hérna, Octopus að taka svolítið mikið skada hérna. Þarna kemur íslenska hetjan á hann. Mjög lár, en mér sýnist leikmaður ekki hitta. Hann leiftar sér yfir, hann ætlar ekki að láta þetta stoppa sig. Og nær íslensku hetjunni, hann kemur annar leiftur á Mjauki og þetta annað dráp fyrir Coolbeans Team og Siggin orðið mjög lár hérna. Kameniek með honum, báðir lifa af. Og með henni Baunadós það sem hann gerir best. Vá, ótrúlegu bardagi þarna fyrir CBT. Byrjaði frekar vel fyrir Whisky, en CBT náði svo bara að snúunum í sinn hag. Á meðan vissulega missa turn í topp-agrinu, en fá þar að ekki dreka. Og hérna... Og þetta svona byrjað alveg Coolbeans Team ennþá eftir á í gulli, en þetta allt annar leikur heldur en sá fyrri. Já, og bara við erum komin á 18 mínútur og þetta bara virkilega spennandi. Gæti farið í hvor átt sem Við vitum að CBT langar rosalega mikið að vinna þennan leik til þess að, já, bara eiga sinns á að fara í 3. leik og vinna þessi undanúrslit. Mjög þægilegt fyrir þá. Þetta mitt. Þannig leikmaður gæti verið smá vanda nær að stíga frá þessu. Vel spilað, ekki tontaður sem þýðir. Mjög margir frá CBT að mæta hérna núna. Íslenska hetjan tekur slatta af skaða en ekki nóg. Allt liðið hjá CBT í topp-agrinu. Það kannski ekki sem þið viljið, þið fenguð ekkert úr þessu og Siggi var 2. Byrjar að herja turnin ásamt Mjauki í miðjunni. Svo þetta var svolítið dýrt. Já, og einmitt í hérna, já, bara núna í ári mitt, þú veist, gulldreifingin á turnunum, þannig þeir að fá alveg þokkulega mikið gull. Ég heyrði Nico að... Já, Octopus var náður þarna en lifir það af og það klóni sem deyr. Bench að elta eitthvað, hann Kappmaniak, hittur, þið Addi hoppar inn. Sennöld aftur að bjarga, hann kemur sanda, hann besta hann inn. Mjauki orðið mjög lár, Siggi líka, þetta skaðinn kominn, leikmaður svo sterkur eins og og það Whisky á hlaupum minna. Leikmaður passaði á turninum, það eina sem við getum tekið niður hérna. Og það Siggi og Addi tekið niður á móti. Núna Baunadós komin hérna í baklínuna. Addi ekki búinn, hann ætlar að reyna að veiða hérna. Vá, rosalegu bardagi þarna og bara virkilega nálægt því að CBT bara náði að fella allt liðið hjá Whisky. Rétt svo náði ég ekki. Sjáum einmitt, já, að Coolbeans Team náði ekki alveg að klára þarna. Turnin var svolítið að flækjast fyrir þeim. Engin turn, leikmaður hefði bara gjörsamlega hraunað yfir liðið hjá Whisky. En allavega Coolbeans Team betri stöðu en áður, ennþá eftir á í gulli. Já, ennþá aðeins eftir á. Núna, já, svona 1000 gullmunur. Þurfa að byrja að nýta þessa bardaga sem að vinna til að taka þessa turna. Það er svo mikið gull á þessum turnum í bóði. Já, og þessi Ambessa leikmaður að spila virkilega vel á hann. Það svona spurning hvort hann að hitta öllum áltunum sem honum langar að hitta? Já, býtti nú við Addi. Veit ekki af íslenska hetjan, hann íslenska hetjan, Addi leikta sér í burtu, íslenska hetjan hitti samt ekki, en maður veit aldrei. Sæjón allt. Addi næra últa sér í burtu, en þetta eru 2 skriðdrekar, það skiptir ekki máli úr þetta turn tekið niður. Já, og á meðan Ambessa í topp-agruninu að taka niður fyrsta turnin þar. Það var komið tími á það, með matkana í mitt til að þetta aðeins fljótara. En það samt sem áður
En á meðan bara Whiskey að herja bæði á mið og botnagrunina. Var það kannski mikið að skaða frá turninum þarna. Gæti verið Bench allar að nýta sér þetta. Eitthvað er að hetta kúum. Og býtu, Skellrún í bakgrunum að taka turnin? Þarna kemur últi frá leikmanni. Það stór bardagi í gangi hérna. Við sjáum Baunadós líka mæta á svæðið til að einmitt segja þeim að hætta þessu. Lyftur á sér inn, Kistarinn hitti ekki rútinu sínu. Svo mikið af skjöld í boði hérna. Nýja teleportið alveg mjög sterkt upp á það. En mér sýnist Coolbeans team vilja þennan turn. Já, það er dálítið erfitt að verja en Sigginóft er kannski eitthvað að leita við hliðina. Þetta ekki afvarum eins og Þetta kemur Tólvor til að ná að verja miðturnin sinn í bili. Passa sig hérna. Baunadós er mjög lár en hann leikmaður núna að hoppa inn í svolítið mikið af öðrum leikmönnum. Hann að hoppa á skoðapa í burtu. En Ísland heitir að taka svo mikið skaða hérna últi frá Særu. Það einmitt dreki að koma til 10 sekundur svo mikilvægt hver vinnur þennan bardaga. Það kemur 12 á Mjáki, það nóg? Þarna var turn að detta niður einhvers staðar. Þarna kemur úti frá Sliggy Vaftey, hoppin inn hérna, Baunadós mjög lár leikmaður. Kannski smá klandri, hérna kemur Katmaniak á baklínuna. Og það einhver að fara detta niður, það Mjáki að taka niður Bench. Og núna leikmaður að fara að tekja niður í kjölfarið. Við sjáum samt að Addi náði einhverjum þarna. Einmitt Baunadós, Siggy Vaftey núna að taka niður Kistarinn og þetta mjög vont fyrir Coolbeans team. Addi komin inn að reyna að gera skada, vá! En íslenska hetjan að koma. Smætið á hann. Hann últar á hann! Octopus nær honum þó og núna þurfa Octopus og Addi að reyna að taka niður Shen sem með 2 uppi sem ekki að fara að ganga vel og íslenska hetjan 1v2 hérna. Báðar skytturnar hjá Coolbeans team. Vá. Ótrúlegu bardagi þarna. Já. Vá, þetta var ótrúlegt. Það líka svona áhugavert að sjá eins og þessa Kai'Su með þetta bild þarna. Þú veist, þegar hún að hlaupa, ok, það kemur alveg statt í skaði frá kúnunnar, en svo hefur hún ekki neitt meira. Og svo hefur hún bara W sitt og hún ekki eins og hún með Sorcerer Boots sem því hann með mjög lágan svona attack speed getur eiginlega ekkert nýtt þetta 80 damage nema bara þegar hann nýtir á Q. Þannig að hann var dálítið tilgangslaus og bara einmitt mjög auðvelt fyrir Icelandic Hero bara að hoppa áfram og taka hann þá niður. Já, hann þarf svolítið að vera langt í burtu og ídá 12. Það svona gagnið hans eins og þangað til að, Whiskey með einhvern leikamann sem nógu lágt niðri. Já, en þetta var með svakalegu bardagi með allt snotuð bara, fram og tilbaka og öll rosalega öflug. Coolbeans team þarf núna aðeins að hægja á leiknum 3 kall í mínus. Baunadós samt, últið kemur en að fara í vegg. Katmaniak og íslenska hetjan komin hérna. Addi gæti verið tekin hérna í baklínunni, þarf að últa sér í burtu. Leikmaður Octopus hérna samt sem að líka sjá samt þegar Addi hitti 12. þá gera það alveg helling, hann kemur annað. Siggy Vaftey, Serafs var brokkað, gæti verið annað. Já, og alltaf þegar Addi hitti W þá fer það á stutt cooldown en ef hann hittir ekki fyrir það á langt cooldown. Einmitt, svo hann þarf svolítið bara að hitta þessu 12. og leikurinn verður einfaldara að vinna fyrir Coolbeans team. Já. Og einmitt mjög þægilegt fyrir alla hina í liðinu hjá CBT að hoppa inn þegar Addi búinn að svona gera mikinn skaða við Whiskey og náðum á dálítið svona, lægra HP. Þeir turnar ekki að detta hérna hjá Whiskey, bara einn í toppakrinni sem var að því. En ég held að Coolbeans team vilji bara svolítið ná aðeins meira gulli. Ég held einmitt þegar Addi komin með Rabadon þá leikurinn að fara að vera aðeins auðveldari. Sjá þetta 12. Katmaniak. Hann missa helminginn af lífinu sínu og þetta getur verið erfiður bardagina fyrir Whiskey ef þeir ná ekki þessum dreka strax. Leikmaður komin hérna á þá. Það að fara að stela þessum Baron og Coolbeans team að gera helling. Leikmaður næri ekki að hitta últinu og Bench tekið niður.
og það gæti verið núna Octopus í smá klandri, þarf að leita sér í burtu og þarna kemur íslenska hetjan með E-blast á Kirsten Rein til að taka hana niður. Þeir þurfa að reyna að svara þessu þar sem þeir mistu af einmitt drekanum. Addi þarf að leita sér í burtu, íslenska hetjan bara fljúandi með þessum taunt og núna Octopus að reyna að fara að gera eitthvað skada hérna. Íslenska hetjan samt bara með svo mikið líf eftir. Mjög erfitt fyrir þá. Íslenska hetjan alveg rosaleg í þessum leik. Þótt hann sé á einhverju svona stuðningshetju bara að fá kill eftir kill eftir kill. Skiptir bara engu máli hvað þessi leikmaður spilar, hann bara stendur sér svo vel. Núna kannski Ísland í smá vanda, við sjáum mikið skada. Leikmaður einmitt maðurinn í Coolbeans team sem með nógu mikið til að gera eitthvað. Hann bara sprengtur upp af Sigga og Beinadós og þarna dettur Octopus niður. Þetta svo dýrt, þið megi ekki missa meiri leikmenn. Whisky gerir bara svo mikinn skada, þannig þótt að líti út eins og þeir séu bara lágir og auðvelt að drepa og þá það bara alls ekki raunin. Og núna þetta orðið svolítið vont fyrir Coolbeans team og það dreki eftir 45 sekundur sem sál fyrir Whisky. Já, akkurat, þetta bara svona akkurat öfugt einhvern veginn í objectives. Þið hitti Sigga og ætlar að últa inn á hann. Þetta kemur stað bara að fara að vera sprengtur. Últi var einmitt notað í íslensku hetjunni en það var bara ekki nóg. Bendus núna hlýtur að ná að taka. Nei, það ekki að últa Addi með flinka fætur og ætlar hann að koma sér í burtu. Núna hlaupur samt frá íslensku hetjunni. Hann í dálítið óþægilegri stöðu. Og baróninn. Nei. Hann hefði að halda honum að hlaupa. Já, hlýtur að tekina endan ef hann kemur tauntið og sprengtur af, 7-1-10 Shen. Tek orðið mín tilbaka, hann bara, einmitt, gerir bara hellingsskaða, skiptir ekki máli hvað hann spilar. En þetta sál í boði hérna, íslenska hetjan á leiðinni. CBT fyrri til á drekanum. Kirsten reyna að gera hellingsskaðina við hann og þeir ná þessu en þeir þurfa núna að hörfa í burtu. Leikmaður orðið mjög lágur, hann kemur últið frá Beinadós aftur á aðeins og leitlu kúltani. Leikmaður þarf að leita sér í burtu, hann kemur Capmaniac nær bara að taka niður bench og þeir allir að leita sér í burtu sem þýðir þeir gætu komast upp með að taka hann að dreka. Íslenska hetjan slóðu með Cleaver. Kirsten Reynsand gæti verið smá vanda, bench aftur með flóta Cleaver til að bjarga aðstofamannin sínum. Ennþá allt í lagi leikur hérna fyrir Coolbeans team. Einmitt, þeir náðu þarna að hlaupa inn, taka niður drekan og hlaupa í burtu sem þeir þurftu svo sannarlega að gera og einmitt notuðu Octopus áltið meðal annars til þess að gera það. Núna með líka 2 lofta og að fara að vera hraðir bara fyrir vikið. Já, algjörlega og einmitt gerir þeim auðveldara fyrir að gera nákvæmlega svona. Já, ég veit það ekki. Hugsa sér ef þeir fá 4 loftdreka, þá þetta að fara að vera léttur leikur fyrir Coolbeans team. Það svo hraðið fyrir Whisky. Einmitt bara hlaupa í burtu og leyfa Adda að kasta nokkrum tvöfaldvöffum í andlitið á þeim. Nú talum hann núna komið með þessi 3 flottu item hérna og byrjar að gera alveg hellingsskaða eins og við erum búin að sjá. Já, nákvæmlega með Rabadons. Já, ekki með neinn attack speed samt en hann mun ekki fá evolution. Það að segja Kai'Sa. Kannski fer bara ekki í neitt þannig. Bara í voidstaffið eitthvað næst og bench aftur að horfa á skrimslin sín hverfa úr skóginum sem Whisky tekur hænurnar. Já. Og hérna einmitt svona allt þeir að koma aftur upp eða eru bara kannski uppi hjá, bara komin upp hjá öllum núna. Þannig spurning hvort þeir fara að nota þau til að gera eitthvað spennandi. Gæti alveg vel verið þar sem það oftast tíminn til að gera eitthvað. Leikmaðurinn náður af kúnu, ekki nóg til að gera neitt. Addi reyna að henda 12 hérna á einhver. Já, og einmitt eru svona að dreifa sér á milli topp og með. Gæti við smá glandrið hérna. Þarna kemur últið frá Beinadós, hittir engan. Leikmaður últar einhvern veginn inn en tekið niður af Sigga.
Hann kemur flott Nico sem að fara að taka niður bench. Octopus að reyna að gera ykkur skaði þetta móti. Böndason er mjög lágur, hann kemur svo Shen-ultið. Það ekki nóg og það stór skaði hérna frá Adda. Núna Kister Reign kannski klandir nær að rótfesta þá þarna. Og Coolbeast team sýnist lifannan dag. Þeir virðast gera það dálítið sárt þarna. Mjóki flossaði áfram til að ná einhverju, fekk ekkert fyrir það. Hann últar inn, svo sannlega kúi verið gegn nær honum. Mjáki gæti verið næsta lista. Íslenska heitan mætt til að reyna að hjálpa. Inn sem þýðir hann gæti verið smá klandri hérna. Mjáki að taka skada frá Sivir Ricochetinu hérna. Og spurning hvort Addi fóði W hérna. Hann að bíða. Hann kemur að fljúandi beint á Mjáki! Þeir horfða á þetta að svífa framhjá! Addi virkilega sýna sig af hverju hann tók einmitt Kai'Sa í miðjuna. Já. Mjög þægilegt, örugglega með slatta gull og ætlar að kaupa sér eitthvað flott. Já. Beint í Void Staff. Þetta var Void Staff og Control Ward. Og það einmitt næsti bardagi líklega að fara að snúast þennan Baron hérna. Já, þetta var bardagi sem byrjaði mjög vel fyrir Whisky. Þeir náðu þarna flottur Nico-ulti og náðu að taka leikmann niður sem eiginlega bara svona einn af lykil spilunum fyrir CBT. Þeir Octopus þurfa að passa sig hérna, þeir eru allir í raunanum hvort þeir vita af þessu. Bench að fara að vera fundin hérna, en ekki maður sem þeir vilji eitthvað. Octopus einn og yfirgefinn núna í öllu liðinu hjá þeim, ekki með leiktur í boði, að gera svo mikið skada hérna. Hann kemur Capmanic, nægt 5 upp. Leikmaður kemur inn, að reyna að gera sitt besta, gera svolítið skada á þá. Siggi ennþá lifandi, Baunatos tekið niður, komin í passivið. Og Mjáki var að mæta. Og það þýðir samt Siggi þarf að fara tilbaka hérna. Já, 1 fyrir 1 eins og 20 sekúndur boðið hérna. Octopus skittan hjá þeim niðri og það bara Sion tekið niður hjá Whisky. Svo, já. Dýrt íslenska hetjan finnur einhvern veginn Kister Reign og þetta gæti verið. Whisky allavega í svona, þið gætu hóta Baron en ég held að, já, leggi ekki í það. Það svona mikil áhætta í því. Ok, það er alltaf að gera það, bara skiptast á þarna, dreka fyrir Baron, en ég held að Baron sé, já, töluvert betri. Já, þeir eru að taka þetta ágætlega hægt en einmitt, Bench ekki á svæðinu til að stela þessu, svo 3 kládreikar. Það nú ágætlega spennandi. Þeir eru að fara að vera mjög hraðir þegar þessi leikur búinn. Já. Og það verður gaman að sjá bara næsta dreka bardaga en þá munum bæði liðin vera að keppa fyrir sál. En Whisky núna með Baron og eru hérna að dreifa sér á topp og miðjuakreinina með samt líka skósunarna sína í botnagrein að pusha áfram. Þetta svolítið svona dýrt að tapa bardagina fyrir Coolbeast team þar sem þeir gætu vel tapa leiknum með bara mistök hérna. Já, og einmitt, mikilvægt fyrir Whisky að halda Mjáki dálítið vel á lífi svo hann geti tekið niður svo turna. Við erum að sjá allavega ytri turnin seinasta falla hjá Coolbeast team og eru þeir núna hentir hérna af hemla turnunum. Samt ágætlega gott pók hérna. Já, leikmaður með allt. Já, hættulegt að hoppa hérna inn. Erum við 2. Mjáki þarf að passa sig mjög mikið. Þeir fallbissu minions hérna herja á turnin. Já. Sem að fara að sprengja á endanum. Það opin hemill í toppakrein. Já. Sýnst Octopus verið að berjast bara við skósveina í botnakreininni. Já. Og Baunatos bara að buffa sína eigin skósveina þarna í miðjunni. Coolbeast team þarf að gera eitthvað ótrúlegt til að lifa þetta af. 2 hemlar uppi eftir og Mjáki hittur á Adda. Dýrt. 1/3 af öllu lífinu sínu en fær það hratt aftur upp. Með lifesteal, Kister Reign notar ultið á hreinlega bara eina mannesku og núna Bench og Octopus í burt frá liðinu sínu. Gæti verið vont. Við erum að sjá hérna fallbissu skósvörnuna herja á þessa hemla. Bara Octopus
sem getur eitthvað reynt að stoppa þetta. Einmitt, og Whisky þarf ekkert að einhvern veginn svona setja sjálf sig of mikla hættu, bara nóg að einmitt gera skósunum sína eins sterkari. Hemlanir lifa þetta einhvern veginn af, en Cool Beans team núna í mjög vondri stöðu. 3 mínútur í næsta barón, 2,5 í næsta dreka. Já, en Whisky náði hemlinum í topp agrein sem gefur þeim svona smá pláss til að taka meiri stjórn af svona neðri helmingnum af kortinu og ég meina það eru 2 mínútur í innan mikilvæga dreka og mig grunar að þeir séu fara að berjast fyrir hann. Það er svona einhvern veginn dálítið erfitt fyrir Whisky að enda leikinn héðan. Já, líka verðt að taka eftir að sálin mun vera betri fyrir Cool Beans team, það sem mikið af hetjunum hjá Whisky finnst mér ekki notað nema þeir breyttu Cloud-sólinni. Við erum með Sion og Shen og Talia sem hvort að það kemur eftir á movement speed buffið þegar ultið er búið. Já, sko það endist alveg í svona smá tíma en ég er sammála að CBT myndi nýta það miklu betur. Eins og ég hugsa Catmania kannski, alveg nær kannski aðeins fleiri í ultið sitt. Mögulega, já, það kannski aðalega Shen sem myndi fá eitthvað út af því. Og kannski Mjauki bara til þess að hlaupa í burtu. Einmitt. Sjáum hérna í heiminum liðin vera svolítið bara í, leik við hvort annað, bara taka þess að skósveina, bíða eftir að seinasti loftur leiksins mæti. Já, og Mjauki þarna að ýta skósveinunum í botnagruninu og þeir eru myndið að halda sig inn í skóginum hjá CBT og núna bara 45 sekundur í næsta dreka. Við erum að reyna að sjá hérna Addi þarf svolítið að nota 12 sitt mjög vel til að reyna að vinna næstu bardaga. Og það er enginn að svara skósunum í toppagrein, kannski leikmaður en ef svo þá, ég meina slæm tímasetning, 20 sekundur í dreka. Þetta er að líta svolítið greimt út fyrir Addi líka er ekki á staðnum í augnablikinu. Er að hlaupa. Náttúrulega getur hoppað inn ef hann heitir töðaltafi. En það er núna 7 sekundur inn að dreka og það er eitthvað að fara að gerast núna. En mér sýnist Whisky svolítið stjórna skóginum eins og íslenska hetjan er að bíða í felum eftir að leikmaður eða Kiss the Rain þeir að passa sig hérna, þeir vita ekki á hann ulti kemur hérna hjá leikmann, hittir engan, hann kemur íslenska hetjan, hittir ekki, því að hann getur nota ulti hérna. Slatta skada í gangi hérna, nær ekki að neinu þetta Nico-elt og íslenska hetjan er komin hérna svolítið lár niður og það er að fara að taka niður á endanum Kiss the Rain og Bench og Octopus og þetta hlýtur að vera leikur fyrir Whisky. Það sem Addi og leikmaður einu eftir og núna er íslenska hetjan að mæta til að reyna að taka niður Adda. Mikill skaði en þetta eru 2 skriðir svona smá gerfiskaði, já. Einmitt. En þetta er að fara að leikur, leikmaður 1 á móti 5 hérna að reyna að vernda heimastöðuna sína en það er Whisky sem eftir eitt af lengri leikjónum hérna í deildinni tekur þetta að lokum rétt fyrir 40 mínútur. Vá, þetta var alveg ótrúlegu leikur. Virkilega spennandi. Já, þetta var svona miklu meira í einmitt hag hjá Cool Beans team fannst mér. Þeir voru að spila mjög góðan leik en hvernig Whisky eru þá var mjög erfitt að bara eins og berja þessa turna niður hjá þeim. Þeir voru bara margir eftir uppi og gullmunur var kannski ekkert einhver risastór en það var samt Whisky svolítið að stjórna þessum leik. Já, algjörlega og mér fannst Whisky líka svona hreyfa sig betur í sameiningu á kortinu og svona náða að halda skósununum sínum á réttum stað og halda einmitt svona verja sína eigin turna mjög vel. Já. Og á saman tíma fella turnana hjá CBT. Mér finnst mjög skemmtilegt að horfa samt á þessi völ hjá báðum liðum einmitt Shen Jungle var að gera alveg helling og Kajsa í miðjunni svolítið svona
kom á óvart hvað hún var að gera í lok leiksins. Já, algjörlega, þú veist, var að gera miklu meira en ég var að búast við og alveg bara góð svona W og svo alt place hjá Adda. Já. En svo lendir hún í rosalega vesinni þegar einhver kemst ofnálægt henni og því hún með kú sem gerir mikinn skaða en þegar þú ert komin í andlita á henni þá gerir hún svo ekkert meira á meðan eins og ADC Kajsa heldur áfram að auto-attacka þig og gerir rosalega mikinn skaða jafnvel þótt þú hleypur svona rosalega nálægt henni en já, AP Kajsa ekki alveg þar. Nei, við sáum einmitt oft Baunadós og íslensku hetjuna bara vera standandi ofan á Adda og það var ekkert sem hann gætt gert. Nei. Vorum að sjá, jú, hann kom smá skaði en núna þarf hann að bíða eftir að kúða þetta alltaf kemur aftur og já, það var svolítið erfitt. En fyrir þennan leik og svo seríuna þá erum við að tala um MVP. Já, það er mjög góð spurning. Icelandic Hero, hann svona liggur eiginlega fyrir bara, já, rosalega, við gáfum náttúrulega Mjóki MVP fyrir leik en já, ég held Icelandic Hero svona heilt yfir þótt að já, þeir svona voru að spila bara rosalega vel og mjög fannst Sigyn var tveir og líka með mjög góð plays í þessum leik, bara var að nota vegginn sinn rosalega vel til að kljúfa bardaga í tvennt og bara já, ég meina stundum virkaði það rosalega vel, stundum virkaði ekkert sérstaklega vel en þetta var svona, það voru samt einhvern veginn mjög mörg góð plays hjá bara mjög mörgum ólíkum hetjum í þessum leik. Já, klárlega en svona ef maður hugsar einmitt íslensku hetjuna þá var hann góður í fyrirleiknum, stjórnaði svolítið leiknum smá þar og núna var þetta bara hann að bjarga málunum fannst mér. Já, algjörlega var að bara einmitt þegar hann, þú veist, oltaði niður í mitt og einmitt þetta tvöfalt flash play frá sendan þetta var ótrúlega, ég hef aldrei séð eitthvað svona virkilega flott og einmitt bara svona hjálpa öllum einhvern veginn allstar og var sjálfur líka ekki, hann var ekkert bara einhver stuðningshetja, hann var svona að leita eiginlega bara út eins og sen væri bara einhver, þú veist, bara einhver aggressív hetja. Einmitt, þetta var svo mikil skaði frá honum þrátt fyrir bara tanka-item hjá honum svo klárlega það er að fara að vera íslenska hetjan sem tekur þetta en ég held að við segjum þetta bara gott í kvöld endilega koma næsta mánudag þar sem við held ég förum í neðri brakketið. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiðist sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana? Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en ekki svo gott heldur. About the cursed mommy boy who felt his heart no more. So sad and lorn, the helpless lad, Amumu was his name. He ventured out to find a friend and learn about his bane.
For many years, young Amumu traveled through the lands, determined to make friends if only they would understand. But even when Amumu stood upon the ledge of home, his hope would disappoint him and he would remain alone. But then the curse began to whisper in his ear, and